Halló, ég heiti Stefanía og ég ætla að kynna fyrir ykkur orma. Ormar eru helst grannir, mjúkir og langir. Vöðvarnir þeirra mynda stoðkerfi sem heldur líkamanum stinnum. Munnurinn er yfirleitt fremst og frá honum liggur meltingarvegurinn að afturendunum. Þeir hafa flestir frekar einfalt blóðrásarkerfi og taugakerfi og margir þeirra anda með húðinni. Ormar halda sig helst í vatni eða á rökum stöðum. Helstu hópar orma eru flatormar, þráðormar og liðormar. Þessir hópar eru mjög ólíkir og lítið skyldir innbyrðis. Sumir þeirra brjóta niður lífrænar leifar á meðan aðrir eru sníklar í mönnum eða dýrum. Flatormar. Líkami flatorma er flatur eins og kemur fram í nafninu og skiptist í litlar einingar sem kallast liðir. Bandormar er einn hópur flatorma og er sníkjudýr í bæði mönnum og dýrum. Flatormar hafa stundum króka á hausnum sem þeir nota síðan til þess að festa sig í meltingarfærum dýra. Þar sjúga þeir næringu í gegnum húðina. Þeir geta valdið sjúkdómum í dýrunum sem hýsa þá. Sullaveiki var áður algeng á Íslandi en er nú mest eða öllu horfin. Sullaveikin er stöfuð af sulli eða sullum sem eru vökvafylltar blöðrur sem uxu á líkamanum. Fullorðnu ormarnir lifðu í hundum og menn smituðust af þeim. Þráðormar. Þráðormar lifa bæði á landi og í vatni. Þráðormar eru yfirleitt smáir og næstum því gegnsæir og skiptast ekki í liði. Þráðormar eru mikilvægar sundrendur og brjóta niður leifar bæði dýra og plantna. Við starf þeirra koma næringarefni í lífverum aftur í hringrás náttúrunnar. Mjög margir þráðormar eru sníklar. Njálgur, tríkína og spóluormur eru sníkjuþráðormar. Liðormar. Burstaormar eru liðormar sem lifa í sjónum og anda með tálknum eða húðinni. Sumir fara að veiða bráð á meðan aðrir halda sig í pípum sem þeir gera sér á botninum. Iglur eða blóðsugur eru líka liðormar. Þær lifa í sjó og fersku vatni og geta synt og skriðið með hjálp tveggja sogskála á endum líkamans. Ánamaðkar. Líkami ánamaðksins skiptist í liði sem minnir á hringi. Á Íslandi eru 10 tegundir ánamaðka og þeir stærstu verða 20 cm langir. Ánamaðkar auðga og bæta jarðvegi, þess vegna eru þeir afar mikilvægir í náttúrunni. Þeir éta plöntuleifar og skila næringarríkum úrganginum út í jarðveginn. Göngin sem ánamaðkarnir grafa auka loftið í jarðveginum og það örvar vöxt plantna. Allir ánamaðkar eru tvíkynja, sem þýðir að þeir eru bæði karl- og kvendýr. Þegar þeir makast, þá liggja þeir hvor hjá öðrum og skiptast á sáðfrumum. Úr eggjunum koma örsmáir ánamaðkar sem ná fullri stærð á það bil ári. Stærstu ánamaðkar heims lifa í Suður-Afríku og verða næstum 7 metra langir. Takk fyrir mig.